Já, það búið að kynna mig til leiks, en kallið mig samt Sófus, það svona, ég orðið vanar því, ég var kallaði Friðþór þegar ég skammaði nefnilega, það ekki alveg í kleinu. En hérna, Hreinn ágæta vinnur, hann hringdi mig daginn og bað mig að vera með erindi eyðingu birkiskógarins í Þjórsárdal. Mér fannst það nú ekkert mál, sko. Svo hringdi hann bara skömmu síðar og bað mig að vera með svona erindi og það fannst mér mjög flóknara því að þetta var ekki alveg kannski minn tilbolli, ég landfræðingur en ekki eldfjallafræðingur. En Guðrún Larsen, hún taldi að ég gæti gert þetta og ég náttúrulega bjassið henni og sagði bara já, komið þessar ógöngur. Þannig að hérna stend ég og get ekki annað. En það er hvað hefur gerst og við hverjum að búast til gjóskugos heitir þetta erindi og þetta er náttúrulega svona snúið því að gjóskugos verða nú í mörgum eldfjöllum á Íslandi. En ég ákvað svona eftir að hafa, því ég stuttan tíma og hann er ókveikjandi fundastjórinn, að hafa einbeita mér að Heklu. Og því sjáum við einmitt hérna Heklu og Krakatind, það er uppvaxmyndin fyrir norðan Heklu, á öðrum og þar. Og þetta er sem sé Hekla á góðum vordegi, kvöldum á vísu, tekin í mars 2005. Og þetta fjall hefur svolítið mótað sögu þessa svæði sem við stöndum á. Það má alveg segja að Hekluskógar standi fyrir eitthvað ótraustum fótum jarðfræðilega séð, þeir eru á eldvirka svæðinu og það geta alls konar atburðir orðið hérna, það getur gosi í þessu fjalli. Það geta komið gjóskugos úr öðrum eldfjöllum eins og Bárðarbungukerfinu eða Veiðivatnasprungur einni. Það gæti meira sér að komið jökulhlaup sem myndu hafa áhrif á Hekluskógasvæðið og þar fyrir að það gæti náttúrulega gosið svona eins og Túnahraun hafa komið hérna fyrir 1850 árum síðast, þá rann Tjörvarhraun. Og það myndi að vissulega hafa mikil áhrif. En nú ætlum við að fókusa á gjóskugosin og á Heklu. Og það er nú saga Heklu, það kom mér svolítið á óvart að þegar ég fór að skoða sögu Heklu að það er ekki alveg vitað aldurinn á þessu eldfjalli. Menn vita bara að hún er yngri en 700.000 ára og það eru móbergsmyndanir kringum fjallið. Það er sem sagt gosið jökulís. Og elstu Hólásendhraunin eða nútímarhraun sem eru þekkt, það eru nú hérna Lága Gunnarsholti, Víkingslækjarhraun. Það er sirka 9.000 ára gamalt. Það er besta aldursgreining sem ég fann það ágæta hraun. Heilmikið hraun. Og þetta er listi sem ég bjó til helstu forsögulegu Heklugosin sem ég fann. Og stefnu þykktarársins, þetta er það sem skiptir miklu máli þegar gís hvert gjóskan fer. Og við sjáum að sum gjóskulegin sem að finnast eru ansi vígaleg. Þetta hérna neðra er Hekla X inn á Landmannaviti og þið sjáum að þarna eru tveir jarðfræðingar að meta stærðina og annar er að sýna að þetta er svona stórt. Svona stórt lag. Og þetta eru nú ansi mörglaug en annað sem ég beð ykkur að taka eftir það eru mjög fá gos eða gjóskulög sem stefna í vestur. Það er bara eitt og það er Hekla A. Ég ætlaði uppalega að vera doktor í því lagi, en það verður að bíða seinni tíma. Og það má segja það að hornsteinn gjóskulagafræðinnar hafi verið lagður með því að rannsaka Heklugos. Það var Sigurður Þórarinsson, hann lagði grunninn að þessari fræðigrein, bara heimsfræðigrein í Þjórsárdal. Byrjaði á að greina hérna 1766 og 1693 gosin, það var svona fyrsta og 1300 gosin, þannig það var fyrstu gjóskulegi sem hann greindi og þekkti og dró heilmikla áleiðanir út frá því. Og svo er þetta, þið sjáið með tímaskalan á þessum gosum að það skiptir miklu máli hvað gosleiðin í Heklu verða löng með upp á stærðina að gera. Og núna höfum við hérna fengið frekar lítil gos. Þið sjáið að nýjustu gosin 91 og 2000, þetta er bara gjóska. Þetta er ekki mikil gjóska á meðan við eins og Eyjafjallajökull var með 0,3 km og Grímsvatnagosið 2011 var 0,8. Þetta sjáum 1104 er 2. Svo kemur 1158 og það er mun minna, en það er síðasta kísilríka lagið sem er þekkt úr Heklu. Eftir það hafa komið þessi blandgos, þess að byrjað á kröftugu þeytigosi og enda svo í hraungosi. Og það er náttúrulega, fjallið hefur breytt hegðun. Svo ef við skoðum aðeins hvert þetta hefur nú allt saman farið, að við sjáum það að Norðurland verður gjarnan fyrir barðinu á þessu. Byrjar hérna á Suðurhálendinu og það eru verið mjög þykk og hafa haft mikil áhrif, svo 1104 hafði mikil áhrif. Þó mennundar deilir í dag að Þjórsárdalur hafi farið í eyði í þessu gosi, það var alveg klárt að
hafði mikil áhrif á byggðina í Þjórsárdal og 1300 gosið hafði líka mikil áhrif fyrir norðan. Og svo eftir gosin 1693 og 1766 þá byrjar óbóðslega mikill uppblástur á heiðunum. En það er eitt gos sem hefur svolítið farið fram hjá mönnum og það er 1510 gosið. Það fór hérna eiginlega beint yfir okkur núna og það er svolítið leiðilegt lag, svona ef maður skoðar jarðveginn. Hefur ollið talsverðum breytingum í jarðvegsgerðinni. Þá er það svona gjóskufallið, að hvernig gjóska berst frá goslofi. Það er sem gjóskufall og loftborin gjóska. Það geta komið gjóskuflóð þar sem að mökkur hreinlega fellur niður og gjóskan hleypur fram og myndar hlaupsett. Gustlaug þar sem að það er eðlisrætt, þar sem að verður sprenging í fjallinu. Mikið gassprenging og mikið efni þeytist upp og þetta er ofsalega heitt, en út af því að þetta er svo þungt og mikið efni það kemst yfir vissa hæð og svo fellur það bara niður hlíðina. Eðjustraumar eru þegar skaflar í fjöllum og þetta verður blautt og ógeðslegt og leggst niður. Þá koma svona straumar niður og svo jökulhlaupum, eins og við þekkjum náttúrulega á Vatnajökli mjög vel. En það hafa komið jökulhlaup í Heklu, það sést alveg því það er smá jökull í Heklu sem að þannig að það hefur líka borist út í jökulhlaupi. Svo er þetta sem skiptir máli með hvað þetta berst langt og það eru kornastærðirnar. Maður hefur fundið bombur alveg langt frá Heklu. En maður lappar kringum Heklu þá rekur maður stundum tanna í góða bombu sem það er náttúrulega bara stórhættulegt, það er náttúrulega bara fólk ekki bráður lífshættu þessum bombur eru að falla og einnig blokkir. Og korn sem eru stærri en 10 mm, það er ekki gott að fá svoleiðis í sig. Það er svona, þegar við lent í góðu haglili, þetta er að verða sko. Og svo eru korn sem síður til jarðar eyðurhreyfingar vegna veðurs bera þau ekki lengur. Við sjáum þessi myndin og tekin bara frá Laugardalnum, mínu æsku heimili af Eyjafjallajökulsgosinu. Þá sér maður einmitt sko mökkinn standa upp og svo dreifist hann undan inn til suðurs. Eins og hann gerði eiginlega allt gosið nema utan 1 eða 2 daga þá féll gjóskan yfir Þórsmörkina. En svo til að aðeins að skoða þess að gjósku dreifingu betur þá er ágætt að skoða eina góða bombu. Þetta er Hekla 4 sem er svona með stærstu gjóskugósun sem hafa orðið á Íslandi. Hekla 3 er stærri en þessi gefur henni lítið eftir og þarna sjáum við að þetta gerist fyrir 4250 árum. Þetta er þegar menn voru að byggja píramída í Egyptalandi. Þetta eru 6,3 rúmkílómetrar af gjósku á landi og heildarstærðin hefur verið metin í kringum 9 rúmkílómetrar. Þetta er náttúrulega þetta er á allt öðrum stærðarskala heldur en gos sem við höfum séð. Eins og þetta er Grímsvatnagosin sem var mjög kröftugt í upphafi, það náði 0,8 rúmkílómetrum í heildina. Og þetta eru sentimetratölur á þessum geira og þið sjáum að innan 50 cm geira sem að verður gríðarlega mikið tjón á gróðurfari. Þetta eru 700 ferkílómetrar sem lenda undir þessu. Þannig að svona gos væri frekar leiðilegt. Það er eins og mjög heppilegt fyrir jarðfræðinga og landfræðinga að hafa þetta gjóskulag því þetta getur tímasett jarðveginn á manni alveg tryggilega. En þetta er svona allra stærstu Heklugos sem hafa orðið. Og það var að öllum líkindum, ef ég eftir munnlegum heimildum, 800 ára goshlið í Heklu áður en að náða að hlaða í þessa bombu. Svo kemur það sem að fyrsta lagið okkar, það er hérna sem menn urðu vitni að, það var 1104 lagið og það olli gríðarlegu tjóni. Þið sjáum eitthvað 10 cm geirinn nær norður á Kjöl. Hann er alveg norður yfir Hvítanes. Og það var sennilega búið í Hvítanesi þegar að þetta gos varð, en það var brátt þá byrjuð eftir þetta. Hún þoldi þetta ekki. En nýtingin hafði líka áhrif mannsins. Það er alveg klárt mál sko. Það er ekki bara gosin sem það er líka við erum að nota landið og nýta viss þjónustuna og svo göngum við á land og svo gerir svona atburður og þá verður einhver katastrófa. En þetta eru 2 rúmkílómetrar í heildina og 1,4 rúmkílómetrar gjósku á landi. Þannig að þetta er gríðarstórt gos. Svo komum við í gosi sem að ég fjallaði mikið í meistaraverkefninu mínu, það er 1693. Það fór bær í eyði, Sandártunga í Þjórsárdal, en það fór geirinn beint yfir hana og var 10 cm þykkur þar. En þetta er ekki nema 0,2 rúmkílómetrar af gjósku. Þannig að þetta er alls ekkert stórt Heklugos en það er samt gríðarlega mikil áhrif á gróðurfar. Og
olli miklu tjóni og byggð fór tímabundið í eyði og mikill uppblástur hefst í kjölfarið. En þið sjáu að þetta er alveg allt annað stærðarskali heldur en þessu stóru Heklugosum. Þetta er 1980 gosið, sem meira að segja í fyrstu minningar mínar nú tengdar þessu gosi. Það var hestamannamót á Hellu og ég satt á öxlunum á pabba og söng Graðiröður. Þá fór Hekla að gjósa, þannig að ég hætti því. Og þeir sjá að þetta er líka miklu minna gos. En þó stórt og mikið gos fyrir það sem sá þetta. Þetta er náttúrulega ofsalega mikill upphafsfasi á gosi. Þetta þeytigosin í Heklu eru þannig að það verður bara sprenging og að fjallið opnast stafn á milli. Þannig að það er mjög kröftugur upphafshrina í þessu gosi. Samt var þetta lítið gjóskugos en svona talsvert hraungos á Hekluskalanum. Og svo er það 2000 gosið sem ég mista, það eina Heklugosið sem ég mista. Ég var fastur veðurtekstur í Finnsmálum ásamt hálfri þjóðinni að reyna að komast að sjá gosið. En þetta var eiginlega bara þennan dag, 20. og 7. febrúar. Og þá gerist þetta er 0,01 km. Þetta er kannski það sem við megum búast við að gerist í Heklu, að það verði eitthvað svipað þessum síðustu gosum. En við skulum aðeins núna snúa okkur að því hvaða áhrif svona gos hafa á gróður, því við erum nú hérna í húsi Landgræðslunnar, þá verður að fókusa á það. Og þetta er svona alþjóðlegu skaði sem við svolítið miða við að ef gjóskulög verða meira en 1,5 metrar þykkt, þá getur skógur eyðst algjörlega. Og þetta hefur sýnt sér erlendis að svona, að það er ekki bara það, þetta kæfir ekki bara þykktin, þetta er svo mikil áhræðsla á trén að þau brotna undan þessu ef þetta verður yfir þetta. Og þetta hefur sýnt sér með St. Mount Helens í Bandaríkjunum og mörgum gosum í Indónesíu. Þá tekur svona þykkt gjóskulag bara stöndum á skóg og sláttar á. En skógur hins vegar á að þola 50 til 150 cm gjóskufall. Og síðan rennur á lággróður 15 til 50. En bara þetta er ákveðið þröskuskildi 10 cm, þá fara blómplöntur og gras að eiga verulega erfitt uppdráttar. Þá er orðið hætt á að þær plöntur drepist og þá missir náttúrulega jarðvegurinn lífina sína og allt fer af stað. Þessi myndir úr Þjórsárdal, þið sjáið einmitt Heklu 4 hérna, mjög fallega undir inn í Rófabarðinu og svo er birkiskógur ofan á, sko. Og það er reyndar ekki alveg víst þessi ágæti alþjóðlegi skali eigi við á Íslandi ef maður fer að skoða þetta. Því að eins og menn muna hérna þá Sölvarhraun sem er norðan Heklu, gjóskan þar 1980, hún var ekki nema 10 til 20 cm þykk, en ég held nánast að allur loðviðurinn sem var þarna og gróður hafi bara þurrkast út í því gosi. Algjörlega. Og það er alltaf menn meira líka átt að segja á öðru með hérna gjóskuna í Heklu, hún er mjög svona leiðilega samsett fyrir gróður. Og það sýnir sig að maður skoðar sögulegar heimildir að ef að gjóska fer yfir 20 til 50 þá fer byggð í eyði. Tímabundið oft en stundum algjörlega. Og það er sem ég búinn að segja að gróðurskemmdir verða ekki eingöngu að þykkt gjósku, það er alltaf kornastærð og kornagerðin. Og það eru í þessu myndir að það sem að sína svona kornur rífa blöðurinn af trjánum og brjóta greinar ef að þetta er nærri og þetta er mikið og intensíft fall, þannig að það er ekki mikið þykkt fyrir að skemma skógi verulega. Og svo náttúrulega eru gjóskukorn, þetta eru glerbrot, svona þetta er 70% af massanum úr Heklu er gler. Og svo náttúrulega, því það er nú sjaldan logn á Íslandi sem við þekkjum þetta þennan vetur, að fjúkandi gjóskukorn í gosmannastættu sverfa lággróður og skemma börk á runnum og trjám, það hefur alveg sýnt sig. Og svo er það líka með jarðveginn eins og á Hekluskógssvæðinu, þess vegna hafði ég þess að glæru með að það er þurrt á sumrin oft í Hekluskógum, sko. Það rignir ekkert voðalega mikið stundum hjá okkur hérna. Þó að þessi kannski rigning hérna niður með strönd, þá er alveg ótrúlega oft sem að hengur þurr inn til landsins. Og svo náttúrulega eru í jarðveginum, þar sem hann er til staðar ennþá, alveg ofsalega mikið af gjóskulögum. Ég var ekkert að telja þetta þegar við erum yfir 50, þar sem nú nærð niður í Heklu 5, sem er 7000 ára gamalt gjóskulag, þá ertu með kannski yfir 50 gjóskulög. Og það er alveg ágætt að jarðvegurinn bara passi upp á þetta efni og þetta sé ekkert að fara að þvælast neitt, sko, því að það er vesen að stoppa þetta þegar þetta fer alltaf snabbt. Og svo er annað þegar maður skoðar Rófabörðin að gjóskan lausir sér og hún rofnar hraðar en jarðvegurinn
Og maður sér sérstaklega með 1693 lagið sem gróft og leiðilegt og 1510 að það rofnar fyrst úr því. Ef það í endanum á róðaborði þá lést úr því stanslaust með vindi og vatni og svo stendur kannski rótarþekjan fram yfir og svo fellur þetta allt saman. Þannig að það ágætt að hafa gjóskuna bara í jarðveginum. Þar hún ekki til vandræða, ekki til það mikil vandræða. Og svo náttúrulega, við höfum svæði norðan Heklu þar sem hefur gæti langtíma áhrif á stórfelldu gjóskufalli og þau eru lítt gróðin svæði. Og þetta líka þekkt erlendis við nokkur eldfjöll. Það svona gróðurleg svæði sem ítrekað hefur stórt gjóskufall. En svo það með, þetta ekki bara slæmt svo sem með gjóskuna. Það ýmis efnasambönd í gjósku. Það eru hættuleg efni í Heklugjóskunni. Það kadmín og blý sem bara nú alls ekki gott að fá mikið skammt í sig. Það eru líka nauðsynleg efni en verða hættuleg á miklu mæli. Það kopar, sink, nikkel og kóbalt sem nú snefil efni sem eru mjög góð fyrir gróður. Og svo eru nauðsynleg næringarefni sem eru kísill og fósfor. Ég tók þessa mynd á Hekluskógssvæðinu af fallegum degi og þarna var mýri sem hafði fengið 1 dag af Eyjafjallagjósku og heimamenn sögðu mér að þetta hefði aldrei verið svona fallegt. Þetta hefði virkaði bara svo áburður fyrir þetta var eiginlega, þetta var svo lítið, þetta var ekki greinlegt í jarðvegi en þessi smá spýttigrunn og næringarefni inn í kerfið. Þegar þá hvað getur gerst? Það getur ýmislegt gerst. Það gjóskufall á sögulegum tíma. Það eru 44% farið til norðurs, 34% farið til austurs, 16,5% farið til suðurs og einungis 5,5% farið til vesturs af þessum sögulegu gosum í Heklu. En við getum tekið samt Heklu 4, svona bombu, ef vindur hefði verið vestanstaður sem eru 33% líkur á, þá hefði þykktardreifingin verið svona. Þá hefði nú verið dálítið vont í Skaftafellssýslunni. Þeir hefðu fengið ansi gott skot yfir sig. Og þar fyrir utan alltaf þegar svona 50 cm gjóskulag það stíflar árfarvegi hratt og öðruglega. Ef við tækjum Heklu og hefði verið sama vindáttu þegar gaus 1510 þá hefði þetta skeð, þá væru við eiginlega í dálítið vondum málum. En nota bene, það þarf örugglega 800 ára goslegi Heklu til þess að hlaða upp í svona, segja þessi vísu menn. En enga síður, þú veist, ég meina við getum ekkert útilokað eitthvað dæmi, þetta er smá möguleiki. En þetta líklegra, hérna er Hekla 1693 sama vindátt og þá fer þetta hérna yfir og veldur tjóni. Ef ekki er stöndugt gróðurfar til að takast á við þetta, þá er þetta mikið vesen. Þetta eru Hekluskógar fyrir samfélagið, það hefur verið að verja samfélagið við áföllum. Og svo bara getum við minnkað þetta niður. Þetta er sem sagt 1980 og sama vindátt. En samt, það er svona þetta 10 cm krítiska lag, það nær aðeins inn á gróin svæði við Næfurholt og Selsund. Það er eitthvað þetta að fara að hjálpa þeim að moka af túnunum til að segja hverjum. Þá ætla ég nú að því ég búin að vera með dómsdagsspár, að vera með lokaorð, þá var ég búin að veifa spjaldunni fundarstjórinn. Hekla gaus síðast í febrúar og hvað getum við sagt það var ekki stórt gos og ekki mikill skaði af gróðurfari. Það er ekkert að segja það. Hekla að rísa, það er bullandi kvikurhreyfingar undir fjallinu. Og það er jarðskjálftavirkni núna, norðan Heklu, sem við vitum ekki alveg hvað þýðir. Þetta hefur ekki verið mælt áður svona jarðskjálftavirkni. Hinn gosin sem voru 90, 91 og 2000, það urðu bara skjálftar og svo fóru að gjósa. En það gerist ekki núna, þannig að þetta er eitthvað öðruvísi. Við vitum að hegðun fjallsins hefur breyst. Það er sem sagt gos eftir 1100 hafa verið blandgos. Það er ekki þessi stóru sprengifellingos. Og svo náttúrulega þetta típiska jarðhræring, það er ekki þetta fullur neitt. En langbæsta líkur að næsta gos verði blandgos. Með kröftugum uppfassa og svo hraungosi. Og þess vegna finnst mér punktur Páls Einarssonar að banna flugumferð yfir Heklu mjög góður. Ég held að sé ekki æskilegt að farþegaþotur sé að fljúga yfir fjallinu á hálftíma fresti í 7 km hæð þegar það er eitthvað að gerast í fjallinu. Það hlýtur að verða beina því aðra leið. Þá ætla ég bara að enda þetta á þessari fallegu fleira Hekluskógssvæði. Takk fyrir.